Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Can we sing that again? 1,000 generations. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us, and all who will believe, amen, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name, it stands above them all, yes, above all thrones and dominions, all powers and positions, your name, it stands above them all, and the angels cry, song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear his name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever, and the angels cry, above all thrones and dominion, all powers and positions, your name, it stands above them all. Sing that again, your name is the highest, your name is the greatest, your name, it stands above them all. Yes, it does. Above all thrones and dominions, all powers and position, your name, it stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy.
It stands above it all, above the EU, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name, it stands above them all. Yes, it does. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above them all. Yes, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name, it stands above them all.
will worship you with all of my strength. You are my Lord. Yes, yes, you are. You are my Lord. And I will worship. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. You are my Lord. Yes, you are. Yes. You are my Lord. More love, Lord. More love, Jesus. More love. More power. More of you in my life. Fill us up, Lord, yes. More love, yes. More power. More of you in my life. Be the increase, Lord. More love. More power, yes. More of you in my life, Jesus, yes. More love, Jesus. More power. More of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. Can we sing, I will seek your face with all my heart. And I will seek your face with all of my heart. And I will seek your face with all of my mind. And I will seek your face with all of my strength. You are my Lord. Yes, yes. You are my Lord. You are my Lord. There's always more, Lord.
my Lord, Lord of my life, Lord of my life, my Lord, have lordship in my life, be the Lord of my life, have that position in my life. You're on the throne of my heart, have the throne of my heart, Jesus. It's all for you, it's all for you, yes. Jesus, it's all for you. Have the throne of my heart, and be the Lord of my heart. It's all for you, it's all for you, it's all for you. There's no room for anything else. There's no room for anything else. Have the position of my heart, Jesus. Jesus, you're my first love, Jesus. I could sing your name for all my life and still find more each passing time. Sorry. Jesus, be the name ever on my lips. Sweeter every time that I call on. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus, be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. There's something about your name. Oh, there's something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. And Jesus, you're worthy. Jesus, your name is like the morning light, the one that darkness can't deny, the resurrection and the life. Jesus,
Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life, broken for us, the wounded and the worthy one, the first and last and soon to come. Jesus, Jesus, the King who overwhelmed the grave, the Lord who will forever reign, the name above all other names. Jesus, oh, Jesus be the name, and Jesus be the name, and Jesus be the name that gets all the glory. And Jesus be the name, and Jesus be the name, and Jesus be the name that gets all the glory. There's healing. There's healing in your name. There's healing in your name. There's healing in your name. It makes me cry holy. There's freedom. There's freedom in your name. There's freedom in your name. There's freedom in your name that makes me cry holy. Salvation, salvation in your name. Salvation in your name. Salvation in your name that makes me cry holy. There's healing. There's healing in your name. There's healing in your name. There's healing in your name that makes me cry holy. There's freedom in your name. There's freedom in your name. There's freedom in your name that makes me cry holy. Salvation, salvation in your name. Salvation in your name. Salvation in your name that makes me cry holy. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Sing that again. Jesus be the name, no other name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory.
and holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain, and holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living colors, flashes of lightning, roars of thunder, blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Oh, yeah. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name, Jesus. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Oh, yes. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise
adore you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. We praise you. We adore you. Oh, we praise you. Yes, praise you, Jesus. Praise you. Oh, thank you. Thank you. Thank you doesn't suffice, but thank you, Lord. Thank you from the bottom of my heart. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. King Jesus. Oh, yes. Thank you, Jesus. Bara takk Drottinn fyrir að þú ert til staða fyrir okkur. Takk fyrir að fá að vera í nærveru þinni. Takk fyrir anda þinn. Takk fyrir kraftin sem er í nafninu þínu Jesús sem er öllum nöfnum aðra. Takk fyrir að fá að vera börnin þín. Takk fyrir að fá að leiðast af anda þínum að lifa í jólun Drottinn minn. Við lofum þig Jesús, hvar væri við án þín Drottinn minn. Ég blessa þitt heilaga nafn Drottinn minn. Konungur, konunguna, Drottinn, drottna. Halleluja, halleluja. Kóla ætlar að tala til okkar rétt strax en þá kom inn að þekkingarorð. Bróður, viltu koma og deila með okkur rétt sem snöggvast? I greet you in the name of Jesus. Mér finnst ég að segja þetta á ensku. Heila á rand sagði þetta á ensku. That is someone with pain. It feels like that you're carrying an ache inside. I felt this heavy pain, that you have a pain from here up to here. If it's you, Jesus wants to heal you. I'm going to say that in Jesus' name. It's just me to deliver in Jesus' name. Amen. Það er svo yndislegt að hlýða heilugum anda og bara gera það sem hann segir. Það er svo mikil forréttindi sem felast í því að hvorki fyrirverða sig fyrir nafnið hans eða vera hugdeig. Við þurfum að vera hugdjörf frammi fyrir Drottni. Við þurfum bara að stíga fram og bara vitandi það að hann er með okkur og í honum er upplýsu krafturinn og allt sem við þurfum. Bara mér langar að taka samskot og bara blessa þessa kirkju fyrir þá sem eru aflögu færir. Þá getið þið gert það. Það eru reikningsupplýsingar fyrir aftan mig og það er posi hérna á kantinum. Vona hann sé virkur og svo er einhver baukur sem að mögulega gengur hérna á milli. Mér langar bara að hvetja ykkur á meðan að hann gengur að bara horfa inn á við og skilja að Drottinn ætlar okkur að þegar við förum ekki ef og hvort og hvernig heldur við, þegar við förum í gegnum þrengingar, að við lítum á þar sem eins langt og það nær sem að tækifæri fyrir Drottinn til þess að slípa okkur til og kenna okkur og kenna okkur að treysta sér og til þess að undirbúa okkur fyrir það sem að koma skal vegna þess að við getum ekki farið í gegnum lífið á þess að fara í gegnum þá kennslustund að læra að treysta honum. Og þegar við tökum þetta hugafarinn í þessum áskorunum sem við viljum kalla í lífinu, að þá gera hann okkur hæf til þess að fara þangað sem hann hefur kallað okkur til að fara. Í Jesú nafni, bara kolli. Dísi Guð, helsi ykkur í Jesú nafni. Halleluja. Getur þú tekið þetta hérna frá
Ég það smá pláss. Heyrðu, stöndum á fætur. Við þurfum að undirbúa hjört okkar. Þetta verður nefnilega hart orð. Sorry, ég fekk ekkert annað til ykkur. Þið verður bara að taka því. Og ég fer svo bara og hérna, kem aldrei aftur. Nei. Sittum við hérna í smá band, en halleluja, skulum biðja Drottinn. Við erum hér, Drottinn, frammi fyrir þér og við þráum að heyra röddið þína, Drottinn, við þráum að sjá þig, Drottinn, ég bið undirbúi hjört okkar og opnir leið fyrir orðið, Drottinn. Og ég bið, Drottinn minn og Guð, að þú opinberi sjálfa þig fyrir okkur í dag. Við leysum fram kraftin yfir okkur í dag og smurningu. Við leysum fram, Drottinn, yfir náttúrulega kraft hér í kvöld, Drottinn. Engin takmörk, engin hindrun, engin múrar. Við brjótum allt af okkur í Jesú nafni. Drottinn minn Jesús, ég þakka þér fyrir, halleluja. Við köstum á okkur öllum djöflum sem að reyna að hanga á. Við köstum á okkur öllum heimsanda. Við stöndum gegn holdi heimi og djöfli í Jesú nafni. Og við veljum Jesú Krist, halleluja, við upphefjum hann í Jesú heilaga nafni. Amen. Dísi Guði. Ég ætla að tala um ótta Drottins. Yes. Ok, þá er setja þetta í gang. Amen. Hvernig hafið þið það? Er það ekki? Það er gott að lofa Drottinn. Teresa, thank you. Takk fyrir. Yndislegt. Ég elska þetta. Það sem ég langar að tala eru tvei hlutir sem eru stundum aðskildir í okkar umræðu. Það en Biblían tengir sterkt saman, það eldur heilags anda og ótti Drottins. Við viljum eld Guðs. Við viljum nærveru hans. Og við viljum sjá fólk frelsast og læknast og breytast. Við viljum sjá vakningu. Er það ekki? Amen. Jú. En spurningin hvernig lítur sönn vakning út? Er vakning bara kraftmikil samkoma, sterk lofgjörð? Er hún kraftaverk, tilfinningar, fullt hús af fólki? Jú, allt þetta getur fullt vakningu. En þegar við skoðum Biblíuna þá sjáum við að þegar Guð kemur svona raunverulega nálægt, þá gerist líka svolítið annað. Fólk verður meðvitað Guð og hjartað okkar vaknar. Við þurfum að hafa vakandi hjarta í dag. Tíminn að nálgast, við erum að nálgast endatímann okkar. Syndin verður alvarleg í lífum okkar og iðrun kemur. Jesú verður dýrmætari. Fókusin breytist og lífið okkar breytist. Og mér langar bara að skoða í þessari stuttu predikun sem bara 3 tímar, 30 mínútur eitthvað. 3 spurningar. Hvað ótti Drottins? Hvernig leiðir ótti Drottins til iðrunar og heilalega? Og hvernig fara ótti Drottins og heilagur andi saman? Og skoðum ótta Drottins í endatímanum. Við erum á spennandi tímum. En fyrsta lagi spörum við þessari spurningu, hvað ótti Drottins? Og þegar við heyrum orðið ótti, og heimurinn óttaslegin, vitið út af hverju? Hann veit að koma dómur, innst inni. Það óumflýjanlegt. Þetta orðið rugl, sko. Og þannig að þegar við heyrum svona orðið ótti, þá kemur svona til okkar hræðsla eða eitthvað slæmt. Eitthvað sem við viljum bara sleppa við. En þegar Biblían talar ótta Drottins, þá það svo fallegt. Þá hann tala eitthvað miklu, miklu dýpra. Og það fyrst og fremst ekki skelfingu við Guð, alls ekki. Það svona djúp lotning fyrir því hver Guð Það lotning, það virðing. Að sjá heilalega hans, að sjá mikillega hans, sjá valdans, hvað hann mikil, hvað hann stór. Og átt að sjá því hann Guð og ég ekki Guð.
Skiljiði. Ég mani sinni þegar ég var ungur og Guð snerti mig á svona kraftmiklan hátt í fyrsta skiptið og ég bara hrópaði, Guð, ertu svona stór? Ég hafði svo litla mynd á honum. Og í Orðskóðanum 9. kafla á 10. versi segir, og ótti drottins upp af viskunnar og að þekkja en heilaga eru hyggindi. Og allir eru inni sem ég vil vera vitur, eða, já, það ekki? Auðvitað. Þannig að það var merkilegt að Biblían skuli kalla þetta upphafið, að ótti drottins upphafið að fá sér visku. Ok. Og það eins og hún segi þetta, og takk eftir þessu, ef þú ætlar raunverulega að skilja lífið, sjálfan þig og Guð, þá verður Guð að fá réttan stað í hjartaðinu. Og við komum í kirkju og við syngjum Guð og við tölum Guð og hérna, við erum jafnvel virki í kirkjulegu starfi. En samt getur eitthvað tapast. Það þessi djúpa lotning, þessi ástríða fyrir Guði. Drottinn ekki, gefa okkur ná til þess að halda eldinum allt til enda, því að þú ert að koma. Amen. Að þessi vitund, ég stend frammi fyrir heilugum Guði. Amen. Og þetta snýst ekki, þessi kirkja snýst ekki okkur, hún snýst Guð. Hann þunga með hann í öllu. Og þegar ótti drottins minnkar, þá getur syndin líka farið að virða minna svona alvarleg. Þá byrjum við kannski að spyrja, hversu langt geti gengið? Þetta nú ekki í lagi? Geti ég komist upp með þetta? Og ekki allir að gera þetta? Og svo framvegis. En ótti drottins spyr öðruvísi spurningar. Hann spyr alltaf drottinn, hvað þóknast þér? Þetta allt önnur afstaða. Og þetta allt annað hjarta. En við erum ekki bara að reyna að finna mörkin, við viljum þóknast Guði vegna þess að við elskum hann og við virðum hann. Og kannski byrja vakningin með þar. Kannski einu hjarta. Og alls ekki með því að við bendum fyrst og aðra. Ekki fyrst með því að við segjum, Drottinn breyttu Íslandi. Heldur því ég kem fram fyrir Guð og segi, Drottinn rannsakaðu mig. Hvað í mínu hjarta? Hvað þarf að breytast í mér? Og það auðvelt að biðja þessa bæn og við biðjum hana svolítið mikið. Drottinn sendu vakningu yfir Ísland. Við viljum vakningu hingað. Það alveg ljóst. En það kannski erfiðari þessi bæn sem við þurfum að byrja á. Drottinn, sendu vakningu inn í mitt eigi hjarta. Drottinn, byrjað á mér. Láttu hjarta mitt vera brennandi frammi fyrir þér, Drottinn. Í Orðskóðanum 8:13 þá segir að óttast Drottinn hatað hið illa. Og við sjáum að heimurinn fann að upphefja hið illa og taka það niður það góða. Það búið að snúa alltaf hvolf. Það algjörlega bara eins og ykkur í dópvímu segir, já, bara búið að taka allt sem inn á við og snúa því út á við. Og hver skilur það, skilur þau? Þannig að ótti Drottins ekki bara tilfinning. Hann leiðir alltaf til breytinga. Hann kallar alltaf á breytingar. Hann breytir því hvernig við sjáum syndina. Sá sem elskar Guð og óttast hann segir, Drottinn, ég vil ekki lifa þannig að ég hryggi þig. Ég vil vera þig þóknanlegur. Og þarna kemur saman kærleiki og lotning. Og kærleikurinn sem við verðum að syngja sterkasta alheimsins. Og ég að tala um þennan guðlega kærleika. Ég að tala þennan kærleika sem við sjáum í 1. Jóhannesarbréfi 4. kafla að fullkomin elska, að fullkomin kærleikur sem þessi guðlegi kærleikur, hann rekur út óttan. Og það það sem að við þurfum að biðja Guð að gefa okkur óttaleysi. Gera okkur að ljónum. Gera okkur djörf. Halleluja. Og það komið tími til að hætta að vera meðvirkur með þessum heimi og segja hingað ekki lengra fyrir í ruglinu. Og ég hætta bara að samþykja þetta. Og ég ætla ekki að vera kurteis, ég ætla bara að tala sannleikan. Skilurðu, þetta bara komið tími til að við rísum upp. Hingað ekki lengra. Það verður ykkur að byrja. Það verður ykkur að standa upp. Alveg eins og við sjáum í Postulasögunni 2 þegar Pétur stendur upp. Og hann hafði bara nokkru vikum áður verið skítræddur við fólk.
En þarna var hann fyrir framan Jerúsalem búa. Hann var óhræddur vegna þess að heilagur andi hafi mætt honum, eldur Guðs hafi mætt honum. Og það sem við þurfum í dag eldur Guðs. Heilagur eldur Guðs sem að brennur í hjart okkar. Hann að við erum eins og róttækir, brjálæðingar. Halleluja. Guð reisir upp róttækt fólk. Halleluja. Og þarna var heilagum anda úttelt. Og fólki var ekki bara hrifið og spennt yfir því sem var að gerast. Það var stungið í hjartastað og það byrjaði að spurja. Hvað eigum við að gera? Og Pétur svarar, gjörið yðrun. Einfalt. Gjörið yðrun. Það er ekki, nei, við skulum syngja nokkra söngva og við skulum fara í meðferð eða eitthvað. Nei, gjörið bara yðrun. Hætti þessu rugli. Þetta er bara einfalt. Þetta er svo mikilvægt þegar við tölum með vakningu. Vakningi er ekki aðeins þegar okkur líður vel í nærveru Guðs. Hún er ekki bara mögnuð samkoma, hún er ekki bara góð tónlist, hún er ekki bara kraftmikil predikun. Ekki einu sinni kraftaverkin og lækningarnar eru það sem skipta aðalmáli. Sönn vakning er þegar Guð mætir á staðinn og hann breytir hjörtum okkar. Fólkið iðrast, það játa syndir sínar, það fyrirgefur og það sættist við aðra. Og það leggur niður það sem það veit að Guð er ekki Guði þóknanlegt. Og hungrið eftir orði Guðs það eykst. Það er þetta sem ég er að bíða eftir. Meira hungur eftir orðinu. Meira hungur eftir Guði. Bænin byrjar að dýpka. Fólk elskar bænastundir. Allar vakningar hafa verið með bænastundir í byrjun. Og það er bara verið nokkrir ungir einstaklingar. Stundum bara 5. Þetta hafi ekki verið 100. Halló, þetta byrjaði bara jafnvel með einu manni sem að beygði nesín. Og Jesús verður mikilvægari, það kemur heilug alvara. Á sama tíma, þá kemur þessi rosaleg gleði og friður og frelsi. Og menn brjóta ramman, þennan mannlega ramma. Þessar hefðir sem við festumst allt og oft í. Þannig ég ætla að spyrja ykkur í dag, hvað kveikir í hjart ykkar? Hvað kveikir í hjart okkar? Við getum brunni fyrir alls konar hlutum. Það getur verið íþrótti, tónlist og vinum okkar og hanga með þeim og tölvuleikjum og framtíðinni og ná árangri og fá samþykki annara. Það getur verið svo margt. En það sem skiptir máli að Guð vill kveikja eld í hjörtum okkar. Og þetta er eldur sem eyðileggur okkur ekki. Þetta er heilagur eldur sem að hreinsar og vekur okkur og kveikir í okkur kærleika til Jesú. Á hvítasunnudag þá kom eldlega tungur og komu yfir lærisveinana og þeir sem höfðu verið þarna hræddir áður, þeir voru fylltir af djörfung til þess að vitna um Jesú Krist og 3000 sálir frelsuðust á þeim degi. Þannig að eldur heilags anda, hann breyti hjart okkar. Hann vekur löngu til að þekkja Guð. Heilagur andi, hann bendir alltaf á Jesú. Hann er alltaf að leiða okkur í áttina sannleikunum. Hann sýnir okkur hvað er gott og hvað þarf að breytast. Og eitt af það sem hann vill mynda í okkur er ótti drottins. Og þess vegna getum við spurt, hvað á hjarta mitt? Hvað hefur mest áhrif á það sem ég vil? Hvað stjórnar ákvörðunum mínum? Álit manna? Er ég meðvirkur? Er ég að læra það að segja með hjartanu, Jesús, þú ert sá sem ég vil fylgja? Og í ljóðaljónum, sem ég held mikið upp á í fyrsta kafla, þá kemur þessi einfalda bæn, dragðu mig á eftir þér. Þegar að brúðguminn er búin að kissa brúðina, og by the way, koss á hebreisku er catch the fire. Þið vissu það ekki? Drag mig á eftir þér. Drag mig á eftir þér. Og þetta er mjög falleg bæn og við ættum að læra þessa bæn. Dragðu mig á eftir þér. Hún er í raun og veru að segja, Jesús, ég geti þetta ekki allt í eigin krafti. Það er bara frábært að skilja þá stöðu. Og dragðu hjarta mitt nær þér. Láttu mig vilja það sem þú vilt. Og þetta gerir heilagur andi. Hann kveikir löngun eftir Guði. Amen. Eitt sem ótti drottins gerir, hann varveitir eldin í okkur. Því að heilagur andi er lifandi eldur. Og hann vill leysa okkur úr því sem heldur okkur niðri.
Sama hvað það skömm eða höfnun eða sjálfselska eða sjálfsvorkun eða eitthvað annað sem við grenjum yfir. Hann vill ekki aðeins gefa okkur stundar upplifun. Hann vill breyta lífum okkar. Og ég trúi því að Guð að kalla núna unga kynslóð sem þrái nærveru hans. Ungt fólk sem vill meira en trúarlega rútínu. Ungt fólk sem róttækt. Og ég búinn að sjá þetta gerast. Og lætur ekki boksa sig inn í trúræknisfjötrum kirkjubásana. Heldur kalla fram ljónið. Jesus kom fyrst þegar hann kom hérna fyrir 2000 árum. Fyrir kom hann, þá kom hann sem lambið og dó á krossi og gaf okkur líf með blóði sínu og frelsi. En hann að koma tilbaka og hann kemur þá sem ljónið. Halleluja, til að sækja brúði sína. Og hann með þetta ljónsöskur alveg fram á síðustu stundu til þess að vekja okkur upp. Til þess að kalla hjartað okkar til þess að vakna. Til þess að vera ekki bara einhverjir hræddir kjúklingar, heldur ljón. Amen. Meðal vondra kynslóðar þá þarf ljón. Halleluja. Dísi Guði. Og þið hafið kannski séð ljón í dýragarði sem búið að fjötra á bás inn í rimla. Ljón sem hafa vant að vera út í náttúrunni og fara út og veiða bráðina og bara kom með þessum styrkleik og þessari gleði og þessum eld í augum til þess að ná í bráðina. Það var búið að slökkva þetta eftir smá tíma í búrinu. Og þá var þau bara að henda í þá inn í ljónið kjöt eða eitthvað svo slíkt og engin spenningur. Það var búið að slökkva þetta. Og ég að segja ykkur þetta í dag til þess að þið hugsið þetta svona. Slökkum ekki unga fólkinu sem brennandi. Það kannski ekki gera allt rétt. En leiðbeinið þeim og hvetjum þeim áfram, ekki slökkva eldinn. Halleluja. Ég veit hvernig ég var þegar ég var að byrja. Ég var í hermannajakka og fyllti hana að ritum. Svo ég var alltaf í strætó. Þá fór ég og fann eitthvað fórnarlamb. Ég settist, eitthvað satt við gluggan og settist ég við hliðina á honum. Og þá var hann fastur með mér í ferðinni og svo var bara að tala Jesú Krist og gefa mér rit og hann gat ekki farið. Og ég króaði stundum mennin, ef þú hlustar ekki þá lemjið þig, skilur þú. Ok, það kannski einum of. Ég var svolítið róttækur. Það þurfti aðeins að tempra þetta, en come on. Verum róttæk. Hættum þessu sleni. Hættum þessari meðvirkni. Wake up. Eða vaknið. Halleluja. Við þurfum ungt fólk sem segir, ég vil þekkja þig. Og þetta ekki bara fyrir ungt fólk. Við erum öll sköpuð fyrir nærveru Guðs. Við erum sköpuð fyrir að eiga samfélag við hann. Halleluja. Þess vegna líður okkur illa þegar við erum away from him. Halleluja. Og hérna þurfum við ótta drottins. Upplifun hún kemur, hún fer, tilfinningar koma og það fara, en ótti drottins hjálpar okkur að varvita það sem Guð gerir. Og hann minnir okkur á að markmiðið ekki bara upplifa eitthvað sterkt, markmiðið Jesús sjálfur. Refókus, bara fókusin Jesú. Það ekki tónlistin, það ekki neitt hérna inn í samkomusalnum, það bara Jesú. Náið þessu. Það fókusin. Í öðru Korintharbréfi 12. kafla þá tala Páll mann sem hafði hrifin upp í þriðja heiminn eða paradís og Páll hafði fengið að upplifa himneskan veruleika og taki eftir einu, hann gerir upplifunin ekki að miðpunkti, hann segir ekki sjá hvað ég sérstakur, ég fór upp í þriðja heiminn, nei, hann talar veikleika sinn og kraft Guðs og hann kennir okkur mikilvægan sannleika. Markmið kristins lífs ekki að safna mögnuðum andlegum upplifunum. Markmið að þekkja Jesú. Fókusin alltaf Jesú. Amen. Það öllu nöfnum aðra. Það yfir 300 nöfn að Guði í Biblíunni svo við skiljum hann aðeins betur og við getum aldrei skiljandi fulls, en loka nafnið Jesú og í honum býr fylling Guðdómsins. Halleluja. Það allt í þessu nafni. Það Guð frelsar í þátíð, nútíð og framtíð. Halleluja. Og við getum auðvitað að fara að sækjast eftir tilfinningum, táknum eða sterkum upplifunum. En heilagur andi bendir alltaf á Jesú. Amen. Hann kveikir eld í okkur svo við getum sagt, Jesús, ég vil þig og ekkert annað.
Halleluja. Þegar við sjáum dýr Guðs, þá fær hjarta okkar opinberun og það breytir okkur. Í Jesaja 6, þá var Jesaja spámaður sem sér drottinn sitja í hásæti sínu og það er svo mikið dýrð inn í musturinu að það fyllir allt musturið og englarnir serafarnir kalla þarna heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af dýrð hans. Og viðbrögð Jesaja er ekki þessi vá, hvað þetta er kúl maður og flott. Nei, hann segir þetta. Vei mér, það er út mig, því ég er maður sem er óhreina varir og bý meðal fólk sem er óhreina varir, því augum mín hafa séð konunginn drottinn allsherjar. Af hverju sagði hann þetta? Þetta var mögnun upplifun, þetta var frábært, hann fikk að sjá drottinn í hásæti og dýrðans og engla og allt það. En hann segir þetta, þegar dýrð Guðs opinberast, vegna þess að hann sér heilaga Guðs, þá sér hann hver hann er sjálfur. Ég er ekki neitt. Hann verður meðvitaður eigin synd og veikleika og það er þetta sem raunveruleg nærvera Guðs gerir. Hún vekur lotningu, hún vekur auðmýkt og hún vekur þessa þrá fyrir að vera hreitt frammi fyrir Guði. En Guð skilur Jesaja ekki eftir í þessu. Vei mér, ég er óhreinn. Hann sendir hreinsun til hans. Sendir einn engilinn með kol af altarinu, glóandi kol sem snerti varir hans og hreinsa hann. Og þegar hann er búinn að hreinsa hann, þá kemur kalla drottinn, hvern skal ég senda? Hvern skal ég senda? Og þá er hann tilbúinn, hér er ég, sendu mig. Amen. Hann með rétt viðhorf. Við sjáum þarna frábært munstur, hvernig Guð starfar. Fyrst kemur dýr Guðs, það opinberast, synd og ótti drottins kemur og þessi iðrun í hjarta Jesaja, Guð hreinsar hann og þá er hann kallaður og sendur. Amen. Þegar við sjáum hversu góður og heilagur og dýrlegur Guð er, þá byrjum við að sjá syndin öðruvísi. Halleluja. Ekki bara vegna þess að þetta er bannað, heldur vegna þess að við séð eitthvað betra. Þetta fólk í heiminu segir þetta mjög oft. Já, þú mátt ekki gera þetta. Við höfum séð eitthvað betra. Við höfum séð eitthvað betra. Við höfum séð fegur Jesú Krist. Amen. Og þegar himnesku veruleiki Guðs verður raunverulegur fyrir okkur, missa margir hlutir heimsins eitthvað krafti sínum yfir okkur. Samþykki annarra verður ekki eins mikilvægt. Og það sem aðrir eru að gera stjórnar okkur ekki eins mikið. Af hverju? Vegna þess að hjarta okkar hefur fengið að sjá eitthvað meira. Og ég er að segja ykkur þetta til þess að þið sækist eftir meira. Við megum ekki sita bara og segja, já, ég er búin að vera hérna í 20 ár eða hvað það er, eða 2 eða hvað sem það er, og ég er búin að fá rosalega mikið og þetta er orðið gott. Nei, þá verðum við að biðja Guð um iðrun yfir hjarta okkar. Við verðum að biðja Guð um stöðugt hungur og þorst eftir Guði. Amen. Vegna þess að það er meira, miklu meira. Og við erum á mest spennandi tímum í mannkynssögunni. Páll segir í Kólossabréfinu 3. kafla við að leita þess sem er hér efra. Það sem Kristur er. Það þýðir ekki að við erum að flýja lífið, við erum inn í lífinu, við erum í skóla, við erum í vinnu og þú veist, og lifum bara venjulegu lífi. Það er alveg raunverulegt, sko. En við lifum með þessari vitund að þessi heimur er ekki allur raunveruleikin. Guð er raunverulegur. Himinin er raunverulegur og nærvera hans er raunveruleg. Amen. Og einn dag munum við sjá Jesú augliti til auglitis. Það er raunveruleikin. Við erum á leiðinni inn í eilíðina. Halleluja, ljónið og Júda er að koma. Halleluja. Og kallið verður hærra og hærra og hærra. Amen. Og við ætlum að tala svo vakningu þar sem ótti drottins grípur hjörtu fólksins. Og þegar við sjáum Biblíuna, eða skoðum hana, og líka sögurnar, eða sem sagt vakningasögurnar, þá sjáum við ákveðið munstur. Það er bæn, og það er mikil bæn, það vaknar mikil bæn, og fólk verður meðvitað nærveru Guðs, ótti drottins kemur yfir, synd verður raunveruleg fyrir fólkinu, iðrun verður dýpri, og Guð verður svo raunverulegur fyrir fólki,
Jesú verður dýrmætur. Halleluja. Heilagur andi byrjar að starfa og líf fólks byrjar að breytast. Nýjar áherslur. Og eitt þekkt dæmi, ég ætla bara að taka eitt dæmi, vakningin á Hebrides eyjum við Skotland sem hófst 1949. Og áður en predikarinn Duncan Campbell kom þangað var fólk farið að biðja mikilli alvöru vakningu. Þegar Campbell kom, þá leita hann ekki á þetta út af mér að því ég kom. Nei, Guð var þegar byrjar að starfa. Og í frásögnum af þessum tíma, þá voru bænasangumur mjög sterkar, syndajátning, iðrun og fólk villi koma hlutunum í lag gagnvart öðrum. Og það, þú veist, barirnir tæmast og fólk, þú veist, bara vildi vera í nærveru Guðs og svo framvegis. Og hann lýsti þessu, Campbell lýsti þessu svo vel. Ótti drottins greip sálir fólksins. Það var bara gripið af Guði. Ég vil vera gripinn af Guði. Amen. Dísi Guði, það var meðvitað Guð og það komið svona heilug alvara. Fólk vildi vera hreint frammi fyrir Guði. Og þetta mikill mælikvarði á vakningu. Það byrja svona. Og eins og ég sagði á hann, þetta voru stundum ekkert mjög margir, bara örfáir sem voru að biðja. Og vakningin snýst ekki hvað gerist inn í kirkjubyggingunni endilega. Spurningin hvað gerist á mánudaginn. Hvernig komum við fram við fólki heima? Hvernig tölum við aðra? Þið veitir að slúður bara beint frá djöflinu, sko. Og hvernig förum við peninga og hvernig bregðumst við þegar Guð bendir á eitthvað sem þarf að breytast. Og þetta sjáum við aftur og aftur í vakningu. Við sjáum hennar mikla bænaranda. Fólk fer að biðja alvöru. Við sjáum nærveru Guðs koma og nærveru Guðs var svo mikið að súsa, dýr Guðs var svo mikið að litlu krakkarnir, þessi pínulitlu sem höfðu varla vita á að vera þarna að biðja, þau voru að leika sér í feluleiki í dýr Guðs, hún var svo þykk. Skiljiði? Það var ekki bara lækningar og kraftaverk og tungutal og undur og svo mikið eldur að menn héldu að byggingin væri logandi. Nei, krakkarnir voru að leika sér í dýr Guðs, í feluleik. Halleluja. Við þurfum ekki reykvélar. Við þurfum bara að heilagan anda og eld Guðs, halleluja. Og það kemur ótti drottins, það kemur meðvitun svona synd. Það verður iðrun, Jesú verður miðpunkturinn og lífið umbreytist. Þetta eru sannar vakningar. Það er þetta sem við erum að bíða eftir. Og þetta fær okkur til að spyrja, þegar við segjum að við viljum vakningu, hvað erum við raunverulega að biðja um? Erum við að biðja um fjölmennari samkomur eða fleiri kraftaverk, sterkari upplifanir? Jú, þetta getur allt fyllt og gerir það. Svo sannarlega. En þegar við biðjum sanna vakningu þá segjum við líka drottinn, komdu svo nálægt að ekkert í lífi mínu getur falið sig fyrir ljósiðinu. Erum við tilbúin að segja þetta við drottinn? Hvað í hjarta mínu? Drottinn bara lýstu það upp og brendu það í burtu. Halleluja, ég vil vera tilbúin. Þetta rosalega stór bæn og djörf. En stundum byrja vakning bara á litlum stað, með brotnu hjarta. Þegar maður viðurkennir drottinn, ég bara hef kólnað. Þegar maður kannski segir, já, ég hef sætt mig við hluti sem ég sætti mig ekki við áður. Orðin bara meðvirkur með þessum heimi. Eða þegar við segjum, ég bara mist hungri eftir því drottinn. Og þá kemur þessi einfalda bæn, drottinn vekti mig aftur. Hann elskar þegar við hrópum svona með hungra hjarta eftir honum. Og hér að lokum ætla ég að tala ótta drottins og endatímana. Og að því mér langar að tengja við þann tíma sem við lifum á, við erum í lok endatímana og það sem Biblían segir það er 150 kaflar endatímana. Og þegar við talaðum endatímana, þá er auðvelt að einbeita sér að tímasendingum og spyrja hvenær gerist þetta og ég oft spurði þetta. Hvar eru við? Hvað táknar þetta í Ópererbókinni? Hvaða þjóð er þetta og hver er þessi persóna? Þú veist? Þetta getur verið áhugavert og spennandi að rannsaka þetta. Og ég var svolítið svona fyrst. En svo sá ég svolítið annað hana. Ég ætla að segja ykkur leyndarnum, þið megi ekki segja neinum. Í Ópererbókinni eru blessanir fyrir okkur sem fylgjum Kristi. Og það eru svo stórkostlegar að þegar ég sá þar, ég bara, vá! Ég ætla að vera með þessu.
Í fyrsta lagi þá það stór vakning sem kemur, brjálaslega stór vakning, sem verður eins og samnefnar öllum vakningum fyrir tíma. Það sem að Jesú Kristur verður fókusinn, hann sem brúðguminn og kærleikurinn verður svo sterkur. Það eina sem skiptir máli, það bara Jesú. Og annað sem hann ætlar að gera, hann ætlar að hella yfir okkur bænasmurningu. Hann með sérstætt ker á himni, upp í 3. himni, sem hann stór ker, ég fengi að sjá það einu sinni, og hann var svona eins og að stríða mér því ég sá þetta ker. Það var þannig, englarnir voru þarna, kringum kerið, risa ker, svo kom hendi Guðs og kerið var barmafullt og hann sló svona í kerið. Og þá byrjaði allt í kerinu svona að, þú veist, slettast og sullast út fyrir. Og hann var að gefa bara svona smá skamt og ég sagði við hann, Drottinn, hvað er þetta að gera? Hvað er þetta að fara að gera? Er þetta að fara að gera þetta núna? Og hann svaraði mér ekki, en það var eins og hann var að stríða mér. Og það kom svona sterkt til mín, sjáðu hvað býður ykkar. Þegar ég hellu öllu þessu keri yfir, þessari smurningu, þessari bænasmurningu, þá er eftir að sjá brjálæðinga hérna. Það verður bænastund í strætóskýlunum, inn í Hagkaup, í skólunum, hvar sem er. Bara fólk að biðja. Og bæna neyð og iðrun. Og hinn ófrelsaði, hann mun snertast af þessum eldi. Þess vegna mun vakningi vera svona yfirgengileg. Amen. Og þannig að þegar við erum að rannsaka þessa spátum af Biblíunum, þá megum við ekki missa mikilvægri spurningu sem við spyrjum kannski hvenar og hvað er þetta og þú veist, og gaman. Mist okkur í þessu. Heldur, hvernig ná ég að lifa til að vera tilbúin? Í Ábyrgðarbókinni 14 þá sér Jóhannes engil og hann flytur, þetta er svolítið sérstakt hvernig þeir orðað þetta, flytur eilíft fagnaðarendi til þjóða jarðarinnar. Og þetta er fagnaðarendið. Óttist Guð og gefi honum dýrðina. Stundin komin hann kveður upp dómsinn. Svo heldur hann áfram. Tilbiði þann sem hefur gjört himinn og jörðina, hafið og uppsprettur vatnana. Og mér finnst þetta mjög merkilegt. Þegar Biblían horfið til þess tíma þegar að lokendatímana er og uppfyllingin er komin og þá er kallið ekki aðeins þetta að fylgjast með táknunum. Það er allt í lagi að fylgjast með táknunum. En aðalatriði þetta, óttist Guð. Gefi honum dýrðina og tilbiði hann. Þetta er rosalega sterkt. Þessi bara lofgjörð og þessi tilbeiðsla og þessi ótti drottins, þetta tengist allt saman. Halleluja. Þegar við óttumst drottin, þá viðurkennum við hver hann er, þá sjáum við hver hann er. Og það skapar í okkur hennar kærleika. Þessa elsku, ég vil vera nálægt honum. Hann er Guð, hann er heilagur, hann er skapar okkar. Og þegar við gefum honum dýrð, hættum við að setja okkur sjálf í miðjuna. Við erum alltaf að setja okkur í miðjuna. Hvað fæ ég út úr þessu? Guð, þetta er bara að gleyma mér. Hann er ekkert búin að gleyma þig. Augu hans er á þér alla daga. Hann elskar þig með guðlegum kærleika sem er miklu meira heldur en vinakærleikur eða fjölskyldukærleikur eða hjónakærleikur. Það er æðstast í kærleikan. Það er fullkomin kærleikur, kallar Biblían það. Agape kærleikur. Halló. Hann elskar okkur. Ramashaya, við viljum að líf okkar og orð og ákvarðanir og verk og allt í okkur er heiðran, blessan. Og þegar við tilbýðum hann, segjum við, Drottinn minn Jesús, þú átt líf mitt. Ég vil fylgja þér, hvað sem heimurinn segir. Og núna þegar viðbjörinn gengur yfir hann heim og þrýstingurinn er að samþykja alls konar bull og vitleysa, það var bara að standa upp, halló, þetta er nú bara að koma út fyrir mann, þetta er líka komið út fyrir mannlega skynsemi, sko. Hvaða bull er þetta heila? Þetta er bara geðveiki. Og samfélagið hrópar á því, það er allir sem eru samþyktir þessu og allir að gera svona, þú er að samþykja þetta. Rögl, þetta er bara 0,1% af mannkyninu. Verð ekki með þetta kjaftaði. Það verður að ljúga þér. Það sem við þurfum fyrst og fremst að segja,
Ég vil fyrst og fremst vera trúr drottni. Og eitt af því merkilegasta við ótta drottins, að sá sem óttast drottin, hann missir ótta með menn. Halleluja, viljum við ekki vera óttalaus gagnvart mönnum og vera bara án málamiðlunar. Amen, jú. Þannig að ótti drottins gefur okkur hugrekki. Dísi Guði. Þannig að þegar álit Guðs verður okkur mikilvægara, þá missir álit manna vald sitt yfir okkur. Og kannski einn stærsta þörf kirkjunnar núna á þessum síðustu tímum, ekki meiri þekking á dagsetningunum og þjóðunum, persónunum eða þessum kenningum, heldur kannski það þessi stærsta þörfin fyrir okkur í dag endurreisn og ótta drottins. Já, það myndi ég halda. Við getum vitað mjög mikið óperunarbókina og endatímana en verið samt andlega sofandi. Við getum þekkt spádómana en átt samt erfitt með að fyrirgefa. Við getum talað komi Jesú en lifa samt eins og hann sé ekkert að koma. Og þess vegna spurningin ekki aðeins, eru þetta endatímanir? Jú, sannarlega sjáum við það. Heldur þetta aðalatrið, ég tilbúin að mæta Jesú? Hjarta mitt tilbúið fyrir hann? Hvernig hjarta mitt? Eitthvað sem Guð hefur talað við mig sem ég hef ítt til hliðar? Eitthvað sem ég þarf að fyrirgefa? Og ég ekki að segja að það sé oft auðvelt. Ég hef lent í því að þurfa að fyrirgefa ykkurum og ég þurft að biðja Guð að hjálpa mér. Skiljiði? Þannig að það bara stundum mjög erfitt. Eitthvað sem ég þarf að játa? Eitthvað synd sem ég bara farin að sætta mig við? Hef ég misst minn fyrsta kærleika? Hef ég misst hungri eftir Guði? Þá þetta kalla óperunarbókarinnar. Vaknið, óttist Guð, gefi honum dýrðina og tilbiði hann. Það ekki vegna þess að Guð vill halda okkur í einhverju skelfingu og einhverjum ömurlegum dögum, skilurðu. Það bara, hann vill okkur það besta. Hann vill líka eiga hjarta okkar óskipt. Amen. Dísi Guði. Þannig að hér að lokum að það við horfum yfir þetta og sjáum við sama þráðin aftur og aftur. Ég segi að sér dýr Guðs, ótti drottins hann vaknar. Hann sér ástand sitt. Guð sendir hreinsun til hans og síðan segir hann, hér ég, send þú mig. Á hvítasunnudag kemur heila á randi, fólki verður stungi í hjartastað og spyr hvað eigum að gera og líf byrja að breytast og gegnum söguna þar sem vakningar hafa verið þá sjáum við þetta sama munstir aftur og aftur. Þegar Guð kemur nálægt verður fólk meðvitað hann, syndin verður raunveruleg, náð Jesú verður dýrmætt, heilagur andi fara að starfa og fólk breytist og þess vegna skulum við ekki aðeins biðja að drottin sendu kraftinn, við skulum líka biðja drottin endurreistu ótta þín í hjörtum okkar, sýnd okkur dýrðina og láttu Jesú verða miðpunktinn á ný við lífum okkar. Kveiktu hennar eld í hjörtum okkar. Þegar við horfum til framtíðar og bíðum komu drottins, þá skulum við ekki lifa í ótta við allt það sem að gerast í heiminum. Það dómur að koma yfir þennan heim, en það ákveðin blessun, það að koma mikil blessun yfir þá sem fylgja drottni. Amen. Og við ætlum ekki að missa því. Og við skulum lifa bara í þessum ótta drottins og þessari virðingu og lotningu frammi fyrir honum. Og kannski byrjar næsta vakning bara með litlum bænahóp. Og hún þarf ekki eins og að vera í kirkju, hún getur verið í heimahúsi. Og kannski byrjar hún hjá einu manni eða einni ungri konu. Og kannski bara þegar einhver loka dyrunum á eftir sér og krýpur frammi fyrir Guð og segir einföld orð, drottin, ég vil þekkja þig. Ég vil vera hreitt frammi fyrir þér. Ég vil hlýða þér. Ég vil að eldu þinn brenni í hjarta mínu. Og kannski hér á lokum einfaldast og mikilvægasta bænin sem við getum beðið þegar við biðjum vakningu. Drottin, hér ég og byrjað á mér. Amen. Ég vona ég hafi ekki hrætt ykkur. En ég elsku ykkur. Takk fyrir mig. Þetta svo frábært orð og það svo frábært að fá það svona sterkt
vegna þess að þetta með ótta drottins bara algjört lykilatriði og ég var að hugsa í dag síðast ótta drottins að ótti drottins byrjar hjá hverjum og einum og það byrjar á því að ég vel að staðsetja mig rétt gagnvart Guði. Ég vel að byrja að brenna fyrir hann vegna þess að ég vel það að horfa til hans, ég vel það að vilja hlýða hans orði, ég vel það að hata syndina og gera hið góða sem Guð hefur kallað mig til að gera. Þannig að við þurfum að staðsetja okkur rétt og við þurfum að skilgreina okkur sjálf í hvoru liðinu við ætlum að vera. Vegna þess að ef við gerum það ekki, að þá heimurinn alveg tilbúin og klár til þess að draga okkur til sín. Og hann fer létt með það ef við erum ekki árvökul. Þess vegna hefur Guð kallað okkur til þess að vera árvökul. Hann hefur kallað okkur til þess að taka okkur frá fyrir hann. Hann hefur kallað okkur til þess að óttast þetta yndislega nafn í þeim skilningi að virðan og velja hann í öllum kringustæðum og hlýða hans orði og hata syndina. Og ég segi fyrir mitt leyti að þegar ég á þeim stað persónlega að ég staðset mér rétt, ég kafa í orðið, ég leita hans í bæn, að það þá sem að Guð virkilega fer að brenna í hjarta mínu, ég fer að dreyma drauma, ég fer að vakna upp á nóttinu og ég er að lofsyngja drottinn og nafn Guðs á vörunum á mér og ég finn þessa eftirvæntingu og spennu fyrir því eins og út að tala Kolli að það eitthvað í farvatninu, Guð að gera eitthvað nýtt núna og ég spenntur yfir því og ég ætla að vera þáttakandi í þessu verki Guðs. Ég ætla ekki að sitja hjá, ég ætla ekki að láta lestina fara fram hjá mér. Ég ætla að taka þátt í því og það kall Guðs til okkar allra að taka þátt í því sem Guð að gera. Látum ekki óvininn blekkja okkur, látum hann ekki að taka okkur frá því sem skiptir mestu máli, það það að fylgja konunginum. Og við Guð sem skapari alls heimsins, hann hefur sköpunarkraftin í sér, hann hefur upprisukraftin í sér, það ekkert sem stenst blóð Jesú Krist. Það ekkert sem stenst þetta nafn sem nafnið Jesú. Og við þurfum að gæta okkur á því að láta óvinnin ekki til okkur trúum að við höfum ekki aðgang að honum, að líf okkar skipti ekki máli, að við séum svona hinsegin, okkur hefur orðið á að mistekist, en það ekki það sem ákvarða framtíðin okkar. Það bara sem Guð segir hvert og eitt okkar. Að þú ert dýrmætur, þú ert dýrmæt, ég ætla að taka það alla leið, hann segir fylgdu mér og hann mun sjá það sem að koma skal. Það ekki okkar mætti, það ekki okkar hugvit, það ekki okkar snilli, það drottinn allsherjar sem fer fyrir okkur. Bara halleluja og við ætlum að fara saman þessa leið og við ætlum að taka þessa þjóð fyrir drottinn vegna þess að hann verður. Halleluja. Bara Guð bless ykkur og þið sem heima eruð, það kann að virka svolítið þarna ákaft en þegar andi Guðs mætir þá verðum við áköf. Vegna þess að við erum eins og að kappleik að við fyllumst kappi. Vegna þess að við viljum fylgja konungi og konungana. Og það okkar þrá að þú gerir það líka. Og bara í Jesú nafni ég blessa þín í þessum koma skal og taktu þátt. Amen. Komið fram með þið viljið fyrirbæn, en hér með samkomni lokið og við ætlum að eiga samfélag, kaffi frammi og Guð blessi okkur öll. Takk Kolli fyrir yndislegt orð. Þú ert okkur hvatning. Amen.